Ég heiti Viðar og ég kenni eðlisfræði í Flensborg. Hér ætla ég að sýna þér hvernig hægt er að breyta milli forskeita með því að nota húsið. Snið og uppfinningu. Forskeitin voru fundin upp til þess að gera tölurnar svona þokkafyllri. Hver kannast ekki við hérna vísuna Kalli á Hóli dansar mikið, dansar svaka mikið. Og til þess að lýsa litlu stærðunum þá hérna mikró, nano og píkó, en stóru stærðirnar þær fá hérna hástafina mega, giga og tera. Þegar að við breytum venjulega svona milli forskeita þá færist komman eitt sæti þegar að við færum okkur milli dálka og þetta er kallað línuleg breyting. Við skulum skoða hvað gerist hérna í fyrsta dæminu. Við erum með 98,7 mm sem við eigum að breyta í metra. Komman kemur þá í millimetra dálkin 98,7. Við eigum að breyta sér í metra svo við fyllum upp með núllum og setjum kommuna í einingadálkin. Það þýðir að svarið okkar er komið 0,0987 metrar. Þetta er líka hægt að gera bara með útreikningi og þá setjum við gömlu eininguna undir strika því við viljum losna við hana en nýja einingin er sett upp á strik. 98,7 mm verða þess vegna í þessum útreikningum að 98,7 mm við setjum millimetra undir strik en metrana upp á strik. Hvað eru margir metrar í 1 millimetra? Já, það er 1000. Við getum lýst því með 10 mínus þriðja. Og þá lítur talan út svona 98,7 sinnum 10 í mínus þriðja metrar. Því að millimetrarnir, þeir eru búin að styttast út hérna. Þetta er ekki falleg tala. Við getum sett hann yfir í staðalformið 9,807. Þá þurftum við reyndar að færa kommuna hérna eitt sæti og það þegar við erum að hækka veldisísin á 10 1 svo þetta verður 10 mínus öðru. En það má svo sem segja þetta er ágætistala 9,807 sem er 10 mínus öðru metrar. En það má líka skrifa þetta í tugabrótum sem 0,0987 metrar. Nú skulum við kíkja á annað dæmi að því að forskeytin geta komið á allar mögulegar einingar. Hérna erum við með 0,00123 megasekúnda sem við breytum millisekúndum. Að því þetta er megasekúnda þá setjum við kommuna hérna í megadálkin 0,00123 svona. Við erum að fara með þetta niður í milli þannig að við fyllum upp með núllum og það þýðir að við erum komið með svarið hérna 1.230.000 millisekúndur. Við erum að kíkja á þetta í reikningi 0,00123 þetta eru megasekúndur. Við ætlum að losna við megasekúndurnar svo við setjum það hérna undir strik. En millisekúndurnar, hvað eru marga millisekúndur í einni megasekúndu? Nú, það getum við talið út frá dálkunum hérna í milli 1, 2, 3, já hlaupum við 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Þetta er í 10 í 9. millisekúndur í einni megasekúndu. Talan lítur þá svona út núna 0,00123 sinnum 10 í 9. Þetta er nú ekki fallegt. Þannig að ef við skrifum þetta á staðalformi 1,23 og það þýðir að við erum búin að færa kommuna hérna 3 sæti, lækkum veldisísin 3 og það er 1,23
sinnum 10⁶ millisekúnda. Ef við skrifum þetta í tugabroti, þá er þetta 1.230.000 millisekúndur. Nú, það er bara snyrtilegt að setja svona 1000 punktin hérna á milli. Ekki ruglaði sama við kommuna. Nú skulum við kíkja hvað gerist þegar við breytum flatarmáli. Þá færist nefnilega komman 2 sæti í hverjum dálki. Og við skulum kíkja hér á eitt flatarmálsdæmi. 456 ferhektómetrar yfir í ferkílómetra. Við setjum kommuna í hektodálkin og það þýðir 456. Takt eftir, það eru 2 tölur núna í hverjum dálki. Þetta er flatarmál. Við ætlum að breyta þessu yfir í kíló. Það þýðir að ferkílómetrin, hann kemur þá hér 4,56. Svo er þið strax komið. Ég má skoða þetta í útreikningi. 456 ferhektómetrar. Og við ætlum að losa okkur við ferhektómetrana. Þetta er í öðru veldi vegna þess að þetta er jú flatarmál. Hvað eru margir kílómetrar í einum hektómetra? Það eru 0,1 eða 10⁻1. Þetta er svona, fallega að hafa þetta svona. Þá lítur þetta talan út svona 456 sinnum 10 í -1 í öðru veldi. Það er mínus öðru veldi. Þetta er nú ekki fallegt, svo við getum skrifað þetta á staðalformi. 4,56 sinnum 10 í hvaða veldi. Við færðum komin á tölunni 2. Það þýðir að, já, við hækkum þá veldisísunum 2, hann er 0. Heyrðu, þetta verður nú bara huggulegt. 10 í 0 nefnilega 1 og við skrifum bara töluna 4,56 ferkílómetrar. Hvað gerist þegar við erum með rúmmál? Skoðum hérna. Rúmmálsbreytingin, þá færist komman 3 sæti í hverjum dálki. Og tökum hérna dæmi 0,0789 rúmmetra sem fara eiga yfir í rúmsentimetra. Metradálkurinn, hann er hérna og komman kemur þá hér 0,0789. Hérna eru komin 0,0789 rúmmetrar. Við eigum að hafa þetta í sentimetrum og muna þar 3 tölur í hverjum dálki. Þannig að nú er komman komin hingað og við höfum svarið 78.900 rúmsentimetrar. Skoða hvernig þetta gerist hér í reikningnum. 0,0789 rúmmetrar og það þýðir að við viljum losna við metra eininguna en fá sentimetra. Hvað eru margir sentimetrar í 1 metra? Það eru 100, 10 í öðru. Þetta er rúmmál, svo við fáum hérna 3. veldi á breytingunni og tölurna líta núna svona út. 0,0789 sinnum 10 í öðru og það í 3. veldi. Þetta er þá 10⁶ veldi. Ekki þetta fallega tala. Ef við setjum þetta á staðalformið, þá fáum við 7,89. Komman hefur þá færst hérna 2 sæti og lækka þá veldisísinn 2, þannig að hann verður 4. Og þetta eru þá rúmsentimetrar. Við getum skrifað þetta á tugabrotsforminu og þá fáum við 78.900 rúmsentimetrar. Nú kanntu nógu mikið til þess að leysa æfingadæmin og 4 þeirra koma lítið breytt á næsta örprófi. Gangi þér vel!